Komið sæl og velkomin í þáttinn Eitt og annað. Það kominn desember og því vert að líta öxl og fara yfir árið sem nú senn að líða. Í þessum þætti ætlum við að vera á Húsavík og ætlum að kíkja þar á höfnina á 2 hvalaskoðunarskip í eigu Norðursiglingar. Þetta þó engin venjuleg hvalaskoðunarskip, heldur rafknúin skip. Á Húsavík tala menn ekki einungis rafmagnsbíla, heldur einnig rafknúin skip. Við höfnina þar má finna 2 hvalaskoðunarskip í eigu Norðursiglingar. Skonnortuna Opal og eikarbátinn Andvara, sem eru þeim eiginleikum gædd að ganga fyrir rafmagni. En hvernig skyldi maður hlaða heilt skip? Það bara eins og með önnur raftæki? Við erum ekki að stinga sér samband heima. Það býr því miður enginn á bryggjunni, allavega ekki í Norðursiglingu. En við búum svo vel að það er hægt að stinga þessu samband hérna á bryggjunni. Þannig að við hlöðum hana hérna á milli ferða og síðan yfir nótt. Og sem betur fer þá hefur það gengið hingað til. Þannig að það samt ef við ætlum að gera fleiri báta, svona rafmagnsbátum, þá þyrftum við nú aðeins að auka við rafmagnstengið hérna í bryggjunni. Þannig að það bara skilaboð til Norðurþings og þau þurfa kannski mögulega fara að huga aðeins að því á næstu tímum, komandi tímum, að stækka við það, þannig að við getum farið að auka við okkur í rafmagnsskipunum. Þetta ódýrara í rekstri? Þetta þróunarverkefni eins og staðan núna og það búið að vera rándýrt, þannig að stutta svar ábyggilega nei. En í framtíðinni þá gæti það verið það, alveg klárlega. Við náttúrulega erum ekki að reka olíukostnað, þannig við erum bara að hlaða skipin. En það að breyta skipunum úr því að vera bara venjuleg vélarskip í rafmagnsskip, það rándýrt. En við kannski horfum fram á það á næstu árum, þá verður það ódýrara. Og þetta svona alltaf miklu vistvænna heldur nokkuð tíman dísilvélarnar. Nú hefur maður séð þetta skip á siglingu og þá eru töluverð segl dregin hérna upp. Þetta ekki líka að hjálpa til þegar þú ert með rafmagnsbát? Þú þarft ekki eins mikið að láta hann ganga á rafmagninu eða hvað? Já, ég kannski nefndi það ekki áðan með Opal. Það sérstakur skrúfubúnaður í skipinu sem gerir það að verkum að þegar seglin eru uppi þá getur verið að hlaða batteríin í gegnum skrúfuna. Þannig að með því að sigla skipinu á seglunum þá ertu að hlaða batteríin sem þú getur síðan nota til þess að keyra skipið áfram ef vindurinn fellur niður. Þannig að í raun og veru, ef í fullkomnum heimi, þá getur þetta skip knúið sig sjálft endalaust og í raun bara sjálfur sér nóg. En það eins og ég segi, þetta þróunarverkefni. Við höfum ekki náð að fullkomna þessa tækni enn sem komið en ef þetta tækni sem næra að vera til, þá í raun getur þú siglt þessu skipi allan á þessu hring, svo framalega sem þú hefur vind til þess. Þannig á Íslandi í góðum málum, og það eiginlega svona dálítið fallegt, Eru önnur fyrirtæki eitthvað að leita til ykkar eftir ráðleggingum? Ekki íslensk enn sem komið en við erum í samstarfi við aðalega svona áhuga siglingamenn, bæði í Noregi og Hollandi og við vinnum þetta dálítið mikið í sameiningu. Við erum bæði að hjálpa þeim við að bæta sínar skútur og síðan þeir að koma með athugasemdir okkar. Þannig að þetta er svona áhugamannaklúbbur í raun og veru siglingar sem svona örlítið að hjálpast að. En þessi markaður þetta er mjög þröngur markaður. Það ekki margir sem að stunda þess konar siglingar en þetta hafa aðalega verið svona 5 til 10 jaxlar bæði aðalega hollendingarnir sem hafa verið að koma með input og svona aðstoða okkur og sína hvað þeir hafa verið að gera og hvernig það hefur gengið. Þannig að það mjög skemmtilegt. Þetta er ekki stór klúbbur sem að standa í þessu. Nú þetta ekki stór klúbbur en hvalaskoðun nú svolítið stór klúbbur og Húsavík svolítið stór þar. Hvernig gengur hvalaskoðun á Húsavík í dag? Hún gengur þokkalega. Það væri lygi að segja að hún gengi illa en hún mætti ganga betur. Við finnum alveg vel fyrir því við og í raun held ég allir ferðaþjónustuaðilar á Norðurlandi og kannski utan höfuðborgarsvæðisins að það ákveðinn samdráttur. Það ekkert launungamál en að því sögðu þá gengur ágætlega. Við erum eins og aðrir bara að berjast við það að fá fólk inn á svæðið. Ég held að það sé almálið. Kakan virðist vera að minnka. Þannig að þetta orðið kannski svona meiri barátta það að fá ferðamenn til þess að yfirgefa höfuðborgarsvæðið og gera sér ferð út á land. En það vitum við það sem hér búum að það miklu betra að fara úr borginni og sérstaklega ekki kíkja á Norðurlandi. Það hefur alltaf verið þannig og mun alltaf vera. Það mikill hugur í mönnum, það uppbygging á svæðinu. Sjáum við ekki bara mikla aukningu á næstu árum? Vonandi, jú. Ég held að þetta snúist mjög margt. Það virðist vera þannig að Ísland sé að verða of dýr staður fyrir ferðamenn. Og við sjáum það að ferðahegðun að breytast. Ferðamenn að stoppa styttra en þeir gerðu áður. Og fyrst þeir stoppa styttra þá eru þeir ekki að fara út á land.
í minna mæli í það minnsta og þeir eru að eyða minni pening sem þýðir að þeir velja afþreyinguna miklu betur. Þannig að þú ert kannski ekki að fara í sjóböðin hérna upp á Höfða og í hvalaskoðun og út að borða og gera hitt og þetta, heldur að velja úr. Þannig að við sjáum það að kannski eru bæði minna af ferðamönnum á svæðinu og þeir eru kannski ekki allir tilbúnir að koma í hvalaskoðun. En Húsavík stendur undir nafnið sem hvalaskoðunar höfuðborg Íslands og hérna er besti staðurinn í Íslandi til að sjá sem flestar hvalategundir. Þannig að ef ferðamenn ætla að koma í hvalaskoðun á Íslandi þá höfum við mjög mikla sérstöðu hvað það varðar. Fyrir utan að vera að Húsavík sé eini staðurinn sem getur farið á seglskip og rafknúin skip, þá getur við líka séð sem flestar hvali. Þannig ég held að það heilli mjög mikið og við finnum fyrir því að Húsavík er svona ákveðin hvala áfangastaður og svo má orðið komast. Af því að ekki nóg með það að við komast út á Flóa og getum farið í hvalaskoðunarferð, þú getur líka farið á hvalasafnið eftir á og fengið þar ýmsa fræðslu um the giants of the sea. Þannig að það er mjög jákvætt og bara mjög flott að samheldnin í bænum sé dálítið mikið að ýta undir það að gera þessu upplifun sem mesta. En hvernig skyldu næstu skref vera? Megum við eiga vona á rafskipavæðingu í hvalaskoðun á næstu árum? Þannig að vonandi er þetta bara fyrsta skrefið að hvalaskoðunarfyrirtækin hérna heima og síðar út í heimi taki upp á því að bjóða upp á hvalaskoðun og hvers kyns siglingar í raun og veru á rafmagnsskipum. Það er held ég það sem við viljum sjá og við erum ekki bara að bjóða upp á grænar brottfarir sýningarnar vegna til þess að veiða hérna viðskiptavinnu. Þetta er það sem Norðursigling stendur fyrir og mun vonandi allt að gera. Það er að vera til mikil og rík bjórmenning á Íslandi og brugghúsunum þeim fjölgar ört. Á Húsavík hafa menn líklega aldrei haft meiri ástæðu til að skála en nú því þeir eru komið sitt eigið brugghús, Húsavík Öl. Nú hafa Húsvíkingar og nærsveitungar eignað sinn eigin bjór. Skál fyrir því. Þorsteinn Snævar Benediktsson, ungur bruggari á svæðinu, á heiðurinn af því framtaki og skálum við því einnig fyrir honum og bruggsmiðjunni hans sem ber heitið Húsavík Öl. Við byrjum á að spyrja hann út í ferðalagið að brugga sinn eigin bjór. Man náttúrulega byrja bara á því að ákveða, hvaða stíl ætla ég að brugga, hvernig er svo stíl bruggaður, á ég kornið í það, humlana og síðan er bara farið í að krota niður uppskrift og ég byrjaði að brugga hana bara í litlu græjunum mínum. Ég á svona 20 lítra græjur hérna sem að ég svona þróa uppskriftirnar í og ef ég er sáttur með þetta, þá vippa ég því í 500 lítra græjuna, ef ekki, þá ekki. Er þetta stór markaður? Er pláss fyrir nýja típa bjór? Já, fólk er alltaf meira og meira átt að sjá því að það vill góðan bjór og er byrjað að hugsa kannski gæði fram yfir magn og ég er allan ekki í erfiðleikum með að koma bjórnum hérna út einungis á Húsavík og eða hérna í Þingeyjarsýslunum. Þannig að það gengur bara vel og mér heyrist á flestum að þetta sé eitthvað sem er komið til þess að vera, fleiri en hvað þessi 2 brugghúsin voru hérna. Það hlýtur að vera skemmtilegt líka fyrir svæðið að eiga sinn eigin bjór. Já, algjörlega og það er gaman fyrir veitingahúsin að geta verið með lokal bjór og við höfum verið að bjóða upp á það hér að þú getur keypt þinn miða sem restaurant eða á hótel og verið með þinn húsbjór sem er þá ekkert annar staðar. Það er náttúrulega gaman. Hvernig sér þú fyrir þér að þróast áfram í þessum business hér? Stækka við þig, fleiri bjórar, fleiri lítrar? Já, eins og staðan er núna, þá er ég bara rembast við að koma eiga einhvern lager til. Þannig að mér þykir líklegt að ég muni auka við mig kútum á næsta ári jafnvel. En ekkert eitthvað rosalega umsvif, bara hægt og rólega. Gera þetta bara vel og... Já, nákvæmlega. Og fara ekkert of geyst í það. Hvenær ákast þú að fara út í það að brugga bjór? Fær maður þessa hugmynd bara allt í einu? Já, ég held ég hafi fengið þessa hugmynd 4 ára í menntaskóla eða eitthvað svoleiðis og fer og ferðast og kynna mér bjórmenningu annar staðar og þá var það ákveðið Mér fannst vanta betri bjór á Íslandi á þeim tíma og þetta var eitthvað sem mig langaði að gera. Þannig eitt kannski að sitja mitt á 4 ára í menntaskóla og hugsa ég var til að gera minn eigin bjór og fara svo alla leið. Þetta er töluvert ferli. Já, og ég náttúrulega bara vann og safnaði upp fyrir mínu námi og kem svo heim, heppinn að eiga góð að og
við bara byrjuðum hérna. Hvernig er svo að vera með flöskubjór þegar þú ert einn? Þetta er dálítil vinna, ekki satt? Já, ég gæti aldrei flaskað 400 lítra í senn einn, sko. En það er bara, ég gæti það ekkert. Einfaldlega, það færi bara allt út allt og væri vesen. Þannig að við erum yfirleitt 3 saman við það, sko. Og þið eru þá að setja í flöskurnar sjálfur? Það er ekkert færiband sem gerir það fyrir? Það er engin vél, nei. Það er bara handknúið. Og núna í sumarbjórinn ertu farin að hugsa næsta bjór? Já, næstu bjórar eru þarna í gerjun og ég er að fara að brugga núna eftir helgi. En það er aksjón. Hvaða bjór eru að fara að sjá næst hjá þér? Núna er ég hérna með, á Kolsvörutöngum er ég með belgískan vitt sem er hveitibjór, belgísku hveitibjór. Hann verður svona í gangi hjá mér í allt sumar, búinn að fá nokkuð góða rauntíð eftir. Síðan er ég hérna með Session IPA sem við erum að smakka hér. Þarna er ég með American Pale Ale og þarna er ég að þurrhumla líka einmitt annan Session IPA. Þannig að þú svolítið mikið að vinna með IPA-bjóra og flöskubjóra? Já, ég er aðeins að vinna með það. Ég er með þannig West Coast ger hérna á svæðinu sem ég flytt inn sem er rosalega hentugt í þá stíla og síðan er ég með belgískt ger líka sem er að keyra belgíska blondin minn á og einnig vitt bjóri. Þannig að þú ert að fá hráefnið einhver hluta að utan, en svo líka hérna á svæðinu. Ég meina, þú notar vatnið hérna? Já, náttúrulega vatnið augljóslega bara hér. Góða kranavatnið, en hérna ég flytt inn korn og humla og ger. Og síðan ætla ég að fara að vinna aðeins með hérna hráefni sem er í kringum okkur líka. Og er eitthvað hráefni sem getur nýtt hérna? Já, það er helling hægt að gera. Það er hægt að nota allt frá greni og niður í blábær. Það hlýtur að vera mjög gaman að vera að nota hráefnin á svæðinu til þess að búa til bjór fyrir svæðið. Nákvæmlega og það er líka eitthvað sem útlendingurinn vill sjá, sem að kemur vill fá eitthvað alíslenskt eða sem mest, eða sem næst því, sko. Þetta hlýtur að vera bara þá þín vinna og þitt áhugamál á sama tíma sem hlýtur að vera Já, þetta er algjör draumur, sko. Að vera að vinna við þetta er eitthvað sem ég hef mjög gaman að því að gera og það verður fínt að vera að skapa tekjur líka. Þú heldur ótrúður á hann? Já, það held ég. Glæsilegt. Gaman fyrir því. Skál. Nú tökum við okkur smá hlé, sækjum kannski einn Húsavík öl í ísskápinn, en ekki fara langt, við höldum áfram eftir auglýsingar.